Þór Sari einn frambjóðenda borgarahreyfingarinnar sem kynnti stefnumál sín í Iðnó í dag. Hann segir margt líkt með skuldugum fyrrum nýlendum Afríku og Íslandi. En þróunin hjá mjög mörgum Afríkuríkjum frá því að þau öðluðu sjálfstæði hefur að mjög miklu leyti verið svipuð því sem að Ísland núna ekki síst á allra kannski 20 árum hefur verið að upplifa. Það hefur komist hér til valda spilltur stjórnmálaflokkur sem að hefur verið nánast með alræðisvald og nánast rústað hér bæði stjórnmálaumhverfi og stjórnsýslu. Það virðist vera raunin þegar að samfélögin eru komin niður á þessa braut að eftir einhvern ákveðin punkt þá náu þau ekki að snúa við og endi bara í einhvers konar efnahagslegri og félagslegri örbirgð. Þau byrja á því að safna skuldum, það kemur að því að þau hætta að geta greitt skuldirnar, þá fer infrastruktúrin smám saman að hrynja, vegakerfið, fjarskiptakerfi, sjúkrastofnanir, velferðarkerfi. Það verða einfaldlega ekki til peningar lengur til þess að viðhalda þessum mikilvægu þáttum. Þór segir að leiðin geti aðeins legið niður á við ef ekki verði gerðar róttækar breytingar á stjórnkerfinu. Með áframhaldandi stefnu núverandi ríkisstjórnar sem er í rauninni sama og stefna fyrrverandi ríkisstjórnar, þá stefnir Ísland þessa leið. Því að það verður haldið áfram að safna skuldum, það verður haldið áfram að takast á skuldbindingar fjárglæframanna erlendis sem að við höfnum algjörlega verið gert. Það verður haldið áfram að leyfa alþjóðagjaldeyrissjóðnum að stýra hér afkomu ríkisins. Ef að það gerist, þá einfaldlega teljum við sýnt og mjög margt benda til þess að við munum enda í efnahagslegri örbirgð innan kannski áratugar. Við sjáum ekki fram á það að það geti orðið nein önnur niðurstaða af áframhaldandi aðgerðum. Nokkurir aðrir frambjóðendur borgarahreyfingarinnar sem margir hafa verið áberandi á borgarafundum í vetur kynntu sig til sögunar í dag en þeir hafa sumir tekið þátt í öðru stjórnmálastarfi og koma þar allir flokkarnir við sögu. Ég hef verið skráður í Sjálfstæðisflokkinn frá því ég var 14 ára. Mér hefur alltaf langað að kjósa en aldrei geta það. Ég hef alla tíð heitlast mjög mikið af stefnu yfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins. Það er eitt alfallegasta plagg sem ég hef lesið. Ég hef aldrei í sannfæringu mínu upplifað að Sjálfstæðisflokkurinn starfi eftir henni, að minnsta kosti ekki í minni tíð.